Nú ég heima hjá mér og klukkan 9 kvöldið og það mánudagskvöld og ég finn fyrir svona kreifing og mér langar í súkkulaði, mér langar í ís, mér langar að fara í ísbúð og kaupa mér ís með súkkulaðisósu, mér langar í eitthvað sætt, eitthvað sykur, eitthvað nammi. Samt er ég búin að fá mér hérna vínber í desert eftir matinn og ég er búin að vera alveg bara búin að vera að kíkja hérna í skúffuna mínar, hérna getið þið séð. Ég var bara næstu búin að éta þetta kinderegg sem ég keypti handa barninu mínu, en að þegar mér langaði súkkulaði, svo var ég eitthvað að kíkja inn í frystinn og ég var bara, já, þarna er eitthvað vanilju íspinni. Og svo á meðan ég var að þessu, að því að stundum er þetta bara svona ósjálfráð hegðun. Maður bara, þú veist, kemur eitthvað kreifing og maður byrjar að leita að einhverju í eldhúsinu. Og ég fór að hugsa, að því að nú er ég búin að borða kvöldmat, bara staðgóðan kvöldmat, ég fekk mér hérna vínber eftir kvöldmatinn, en ég var að spila með strákunum. Þú veist, í staðins að láta undan þessu kreifingi, að þá getur maður bara stoppað og bara, að því ég veit ég er ekki svöng og ég veit að líkamannum mínu vantar ekki neina næringu, hvað er undir þessu kreifingi? Og ég get sagt þér það að undir þessu kreifingi er einhver neikvæð tilfinning sem hefur ekki fengið úrvinnslu, sem hefur ekki fengið athygli og sem hefur ekki fengið sinnu. Og að því að oft erum við bara að borða þessar neikvæðu tilfinningar sem eru óunnar og ekki búið að vinna úr. Þannig að nú ætla ég að setjast niður í sófann og ég ætla að sýna ykkur aðferð sem er mjög góð, frábær aðferð við að byggja upp heilbrigðssamband við tilfinningarnar sínar. Og ég ætla bara að setjast niður í sófann, draga djúpt inn andann, loka augunum og tengja mig inn á við. Og ég ætla bara að skoða þetta kreifing. Og ég ætla að skoða, ég sé svona fyrir mér, þegar ég er að sjá þetta fyrir mér þá sé ég svona lítinn kall sem er svona og vill bara borða eitthvað. Og það er alltaf lagi, ég bara fyrirgef honum og svo ætla ég að kíkja hvað er bak við hann. Og þá sé ég, það kemur strax upp í hugan og það er skömm. Og skömm er neikvæð tilfinning sem er svona neikvæð orka sem getur verið mjög hamlandi og mjög óþægileg. Og þá ætla ég að skoða þessa skömm. Og það sem ég finnst mjög gott að gera er bara hlusta á þessa tilfinningu. Tilfinningur okkar eru orka, þær eru raunverulegar, þær eru þarna til þess að segja okkur eitthvað það sem er að gerast innan með okkur. Og ég ætla að hlusta á þessa tilfinningu. Og það sem kemur upp í huga mér núna er, þú ert að bregðast. Ok, ég ætla að skoða þessu hugsun, því að það kemur hugsun og orka. Það er einhver hugsun sem býr til tilfinningu, sem er líka orka. Þannig að þú ert með einhverja tiltekna tilfinningu, það er einhver hugsun sem býr hana til. Og þú ert með einhverja tiltekna hugsun, þá er einhver trú í hjartaníðinu sem býr til þessa hugsun. Og þá þurfum við að kíkja í hjarta okkar. Og þá er ég ekki að tala um þetta líkamlega hjarta, ég er að tala um andlega hjarta okkar eða orku hjarta. Og ég ætla núna að skoða hjarta mitt og ég ætla að skoða hverju trú ég sem að skapa þessa hugsun að ég sé að bregðast. Það hefur ekkert með það hvort það sé satt eða rétt að gera, skilja. Ef þú bara trúir einhverju sem skapar þessa hugsun þá er það þinn raunveruleiki óháð því hversu vel eða illa þú ert að standa þig. Þannig að nú kík ég á hjarta mitt. Hverju trúi ég í hjarta mínu sem er að skapa þessa hugsun að ég sé að bregðast, sem er að skapa þessa tilfinningu sem er skömm, sem er að skapa þetta kreifing í ís eða súkkulaði. Ok, og ég kík í hjarta mitt. Hvað trú er þetta? Já, það er bara þessu trú að ég sé að bregðast. Og þegar maður trúir í hjarta sínu að maður sé að bregðast, óháð því hvort að maður sé að gera það ekki, hefur ekkert með það að gera. Þinn raunveruleiki er bara það sem þú trúir, það sem þú hugsar og það sem þú segir. Og ef við trúum því í hjartanu við séum að bregðast, þá er eðlilegt að upplifa skömm. Þú veist, það er bara eðlileg tilfinning sem er afleiðing af þessari trú, en það er ekki þar með sagt að það sé rétt eða það sé sannleikurinn. Og það sem ég get gert núna er að ég sé þessa trú, eða það sem ég myndi kalla vantrú, að það heitir svona neikvæð trú. Og ég fyrirgef þessu og ég tek þessa trú í afhendana inn í ljósi og síðan setja nýja trúin í hjarta mitt.
Ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa því að ég sé að standa mig. Ég að standa mig vel. Og þá finn ég létti og mér líður strax betur og ég finn að kreyfingi er farið. Af því ég finn bara, ég er sött. Ég borðaði kvöldmat. Ég fekk mér vínber eftir kvöldmatinn. Líka minn hefur enga þörf fyrir neitt meiri mat í kvöld. Ekki fyrir á morgun og jafnvel ekki fyrir í hádeginu morgun. Þannig að í stað þess að láta undan þessu kreyfingi þegar það kemur, staldraðu við, sestu niður og skoða þetta. Skoðaðu þessa tilfinningu sem er undir kreyfingunni. Skoðaðu hugsunina sem er á bakvið þessa tilfinningu að skapar hana og skoðaðu síðan hverju þú trúir í hjartanu af því að lífið sjálft kemur úr hjartanu. Það segir í orðskvum, varðveit hjartað öllu öðru framara því að þaðan koma uppsprettur lífsins. Lífið sjálft kemur úr hjartanu. Þannig að þar eru frumræturnar af öllu í lífinu okkar hér innra með hjartan okkar og við getum séð þetta, við getum skoðað þetta en við þurfum að tilbúna að gefa okkur tíma og setjast niður og hlusta en það er miklu, miklu, miklu betra heldur en að fara bara og með þetta tilfinninguna með að borða eitthvað eða stökkva í ræktina eða eitthvað af því að það lagar ekki þessa trú eða þessa vantrú skilju heldur kannski líður tímabundi betur en síðan kemur þetta alltaf aftur af því að ef þessi trú er í hjartanu þá er hún það og hún fer ekki burt með að fara í ræktina með að borða eitthvað eða með því að vinna rosa mikið, hún fer ekki burtu nema við spottum þetta, við skoðum okkur inn á við, skoðum inn á við, sjáum þetta, spottum þetta, fyrirgefum þessu, afhendum þetta inn í ljósi og setjum nýja trú og ég að standa mig og þá kemur svona friður og þá finn ég aftur bara vá, ég er actually freka mikið sött og ég finn að mér langar ekki til þess að borða neitt meira. Þannig að endilega byrja að æfa þetta, pröfið það og ef þið viljið fá okkur meira aðstoð þá með senda mér skilaboð eða tölvupóst á Sara Hlustir. Þykir ótrúlega vænt um ykkur öll. Bless!